Heimsóknarvinir er verkefni á vegum Rauða krossins, en þar fara sjálfboðaliðar út að heimsækja fólk sem óskar eftir því. Hjá mér er Hafsteinn, vertu velkominn Hafsteinn. Þakka þér fyrir. Hvað eru heimsóknarvinir? Já, heimsóknarvinir eru rauninni sjálfboðaliðar Rauða krossins, fólk sem hefur búið sér fram til aðstoðar og vill láta gott að sér leiða. Og þeir fara, eins og segir, í heimsókn inn á heimili fólks, hvort sem þau eru út í bæ eða inn á stofnunum. Og þessi sjálfboðaliðar eru að gefa Rauða krossinum svona klukkutíma á viku á tíma sínum. Já. Hvernig hefur verkefni gengið? Verkefni hefur bara gengið mjög vel, að mínu viti. Þetta er svona það bil 10 ára gamalt verkefni hérna hjá okkur, deildinni hérna í Eyjafirði. Svo ég komið því að, við heitum núna Rauði krossi við Eyjafjörð og hérna erum með svæði alveg frá Siglufirði og inn eftir út á Grenivík og má þá líka nefna það að heimsóknarvinir eru ekki bara hér á Akureyri, heldur út á Siglufirði líka. En það hefur eins og segið, það hefur svona hægt og rólega fjölgað í hópnum hjá okkur og svona almennt gengið vel. Auðvitað eru sumir sem að kannski hérna finna sig í þessu og hérna, en þá er það ekkert mál, menn koma bara á sínum forsendum og fara þegar þeir vilja. Er mikil eftirspurn eftir heimsóknarvinum? Nei, það er nú kannski ekkert mikil eftirspurn. Hópurinn hjá okkur telur núna cirka 40 virka sjálfboðaliða og við reynum svona að láta fylgja framboði eftirspurn, þannig að ef að fjölgar í hópnum sem óskar eftir þá þurfum við að halda námskeið fyrir sjálfboðaliða, reyna að auka þeim megin og svo öfugt ef það er ójafnvægi. En svona ekkert brjáluð eftirspurn, nei. Hvar er hún helst eftirspurnin? Er hún hjá hvað fólki? Já, þetta er nú mest fólk á efri árum, fólk komið yfir miðjan aldur og svo svona kannski aldraðir. Og má segja svona beiðnirnar koma nú gjarnan í gegnum öldrunarstofnun og við horfum svolítið til eins og heimaþjónustan hjá bænum, fólk sem er svona í tengslum við þá sem hugsanlega gætu þurft eða óskað eftir svona þjónustu. Eru sjálfboðaliðar á öllum aldri sem starfa sem heimsóknarvinir? Nei, þeir eru nú kannski ekki á öllum aldri. Svona kjör sjálfboðaliðin er kannski, mætti segja svona kona komin á efri ár eða yfir miðjan aldur. En við erum með nokkra karlmenn í þessu hjá okkur og svona alveg niður á 30-aldur. Hvað gefur þetta verkefni þeim sem er að fara í heimsóknirnar? Já, ég held að svona þegar það er skoðað, auðvitað kom allir inn með það að þeir vilja láta gott að sér leið og vissulega gera þér það. En svo svona eftir á þegar menn tala í hreinskilni þá segja þetta nú eiginlega gefur mér miklu meira að segja. Þannig að ég held að sé bara þessi tilfinning að maður sé hugsanlega að gera eitthvað gott. Hvað segir það eins og með lítið samfélag eins og Akureyri? Þarf að skipuleggja slíkar heimsóknir? Já, það er sjálfsagt svolítið erfitt að svara því en ég held að reynslan hefur nú kannski sýnt okkur að það er þó þörf á þessu og í rauninni æði misjafnt sko að við tölum félagslega einangrun, misjafnt hvað hverjum finnst í því. Menn geta verið sko að fá fullt af heimsóknum í hverri viku en samt óska eftir að fá heimsóknarvin frá okkur og svo er eftir aðrir sem bara þeim líður ágætlega að vera einir. Þannig að það er voðalega misjafnt. Já. Takk fyrir þetta, Hafsteinn. Takk þér.